Góðan daginn, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir starfsmenn sem hér í sal á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar hér á Reyðarfirði. Ég býð ykkur velkomin á 332. fund bæjarstjórnar Fjarðabyggðar og jafnframt seinasta fund bæjarstjórnar á kjörtímabilinu sem er nú að ljúka og segi fundinn settan. Fundurinn er tekin upp og er strengt í beinni útsendingu á heimasíðu Fjarðabyggðar. Ég óska hér í upphafi fundar eftir afbrigðum frá boðaðri dagskrá að taka fundargerð bæjarráðs nr. 753 frá því 23. maí og fundargerð hafnarstjórnar nr. 278 frá 23. maí. Ef enginn hreyfir við því andmælum og svo virðist ekki vera, þá verða þessar fundargerðir lagðar hér fram til samþykkis. En dagskrá fundarins í dag er eftirfarandi. Það er fundargerð bæjarráðs nr. 753, fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 312, fundargerð hafnarstjórnar nr. 278, fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar nr. 99, fundargerð fræðslunefndar nr. 111, fundargerð félagsmálanefndar nr. 153 og fundargerðir öldungaráðs nr. 6 og 7 sem verða bornar upp saman til umræðu og samþykktar ef enginn veitir því andmælum, og fundargerð barnaverndarnefndar nr. 138. En þá göngum við til dagskrár og fyrsta dagskrá er fundargerð bæjarráðs nr. 753 fyrir utan lið 6 í þeirri fundargerð, en Jón Björn Hákonarson bæjarstjóri hefur vakið athygli á vanhæfi sínu á máli undir þeim lið. En orðið er þá laust fundargerð bæjarráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð bæjarráðs nr. 753 fyrir utan lið 6 sem er upp til samþykktar og vinsamlegast gefur merki sem það samþykja. Það er samþykkt samhljóða með greiddum atkvæðum. Þá víkur bæjarstjóri af fundi. Og þá ber ég upp lið 6 í fundargerð bæjarráðs nr. 753 og það er forgangsréttur að Naustahvammi 20 í Neskaupstað og fram er lagður tölvupóstur frá 11 fasteignasölu þar sem óskað er eftir afstöðu Fjarðabyggðar til að nýta forgangsrétt af fasteigninni að Naustahvammi 20 á Norðfirði. Þegar hefur bæjarráð samþykkt að falla frá forkaupsrétti á fasteigninni vegna þessara sölu. Orðið er laust. Enginn hefur þessi hljóðs og þá ber ég upp lið 6 í fundargerð bæjarráðs nr. 753 sem er upp til samþykktar þar sem það er samþykkt við atkvæði. Það er samþykkt með 8 greiddum atkvæðum og þá má bæjarstjóri koma inn á fund aftur. Þá erum við komin í næsta lið, það er fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar nr. 312 og ég sé orðið laust. Ég sé aðeins að taka til máls hér undir þessum lið sem er virkilega ánægjulegt. Það var mikið af lóðar umsóknum í þessari fundargerð, alls 8. Þannig að það er bara greiðlega jákvætt og vonandi verður sú uppbygging áfram hjá okkur hérna í Fjarðabyggð. Og svo má sagt að það er ennþá ánægjulegra þegar að byggingarleyfisumsóknirnar komu í kjölfarið. En fleira var það ekki en orðið er laust þessa fundargerð. Enginn hefur þessi hljóðs og þá ber ég þá fundargerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar upp til samþykktar samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð hafnarstjórnar nr. 278. Orðið er laust þá fundargerð. Bæjarstjóri biður orðið.
þessari aðeins að koma inn á lið 1 í fundargerð hafnarstjórnar sem var haldinn í gær. Þetta óbreyttur síðasti fundur þessara hafnarstjórnar og það felur í sér að við lagðum fram samningur í Verkís jarðkönnun í Reyðarfirði. Þetta tengir sem sagt lóðamálum hér úti við álver og þar í kring í tengslum við Grænn Orka. Þess að þetta hafnarstjórn hefur haft þetta til umfjöllunar og hann var ákveðið að leita til Verkís svo þessar könnun til þess að við getum bara að séð hvernig aðstæður eru fyrir lóðasköpun og lóðamyndunar. Við erum náttúrulega svona góð mynd af svæðinu, bæði á þessu svæði, þessu framtíðarsvæði sem við verða til iðnaðarsköpunar og bara mjög ánægilegt að vera að koma með þetta á stað. Þannig að niðurstöðu því liggi fyrir svona þegar líður á sumarið þetta í mismunandi og mun að liggja fyrir svona við sjáum heildarmyndina þegar á kostnaðarlega utan lóðagerð þarna og upp á frekari og framtíðarsamning. En að öðru leyti það var þetta svona sem ég öðru leyti kemur inn á. Við tókum umræðum skemmtiferðaskip og það býður nýra hafnarstjórnar einmitt í kringu það. Þarna var verið að ræða svolítið beiðnir frá útgerðum að fá að taka í land á léttabátum en hafnarstjórnar gæði ítrykkað það afstöðu að menn vilja að þeir leggja að bryggju kanta í Fjarðabyggð til að taka bort skipunum. Það sé ekki landtaka með léttabátum, það einfallega bara áhættulega séð. Þetta bara hluti sem hafnarstjórn telur rétt að það sé ekki nóg. En síðan náttúrulega býður náttúrulega bara eins og áframhaldandi umræða og nýja vettvangi skemmtiferðaskipin yfirleitt og svona stærðir og fleiri þeim efnum sem í hafnarstjórn mun alveg taka til umfjöllunar og skoðun. Það var ekki fleira. Orðið laust fundargerð hafnarstjórnar. Enginn hefur þessar hljóðs og þá ber ég upp fundargerð hafnarstjórnar 278 til samþykktar þar sem hann samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar 99. Orðið laust þá fundargerð. Enginn hefur hvassir hljóðs og þá ber ég upp fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar 99. Fyrir upp til samþykktar þess að samþykkja hins vegar skeiðmerki og samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð fræðslunefndar nr. 111. Orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp fundargerð fræðslunefndar nr. 111. Þeir sem hann samþykkja skeiðmerki samþykkt með endurtakaðskostninguna þessum samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í fundargerð félagsmálanefndar nr. 153. Hjördís Helga, formaður félagsmálanefndar, hefur beðið orðið. Forseti bæjarstjórnar, bæjarstjóri og aðrir gestir. Ég ætla aðeins að fara hérna yfir nokkuð mál sem við tókum fyrir á félagsmálanefndarfundi og það var bara svolítið verið að taka ákvörðun næstu skref í stefnumótun og þarfagreiningu málefnum eldri borgara í Fjarðabyggð þar sem við í nefndinni fólum starfsmönnum fjölskyldusviðs að fara á fundi með félögum eldri borgara til þess að ræða svona næstu skref og svona þarfir þeirra og óskir. Einnig langar að fara inn á 6.5 en það var sem sagt rannsókn ungt fólk í Fjarðabyggð þar sem tekið rannsókn 8. til 10. bekkur sem að rannsókn og greining framkvæmdi í febrúar 2022 og við fórum bara yfir niðurstöður eins og hefur verið gert í öðrum nefndum en við lögðum til, okkur fannst mjög mikilvægt að þessar niðurstöður yrðu einmitt kynntar líka nýjum nefndum í sveitarfélaginu sem að tilheyra fjölskyldusviði. Ég held að það sé mjög gott að fara aðeins yfir þessar niðurstöður bara til þess að nýju nefndar einstaklingar séu upplýstir þessar niðurstöður. Fleira var það ekki. Orðið laust fundargerð félagsmálanefndar. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég upp til samþykktar fundargerð félagsmálanefndar nr. 153 þeir sem hann samþykkja skeiðmerki. Hún samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá erum við komin í
liði 7 og 8 fundargerðir öldungaráðs númer 6 og 7 sem er hérna borðnar upp saman til umræðu samþykktar og orðið er lust um fundargerðir öldungaráðs. Enginn hefur beðið orðið og þá ber ég eftir samþykkta fundargerðir öldungaráðs númer 6 og 7 þeir sem þær samþykkja til þess að skemur. Það er samþykkt samhliða með öllum greiddum atkvæði. Þá erum við komin í lið 9, það er fundargerð barnaverndarnefndar númer 138 og orðið er lust um þá fundargerð. Enginn hefur haft sér bróðs og þá ber ég upp í samþykkta fundargerð barnaverndarnefndar númer 138 þeir sem hana samþykkja til þess að skemur. Samþykkt með öllum greiddum atkvæði. Engin almenn mál liggja nú fyrir fundinum og hérna, bæjarstjóri hann hefur beðið orðið. Forseti, ég er bara að fá að koma upp í lokinu af því að þetta er síðasti fundur núverandi bæjarstjórnar og fá að þakka þeim sem nú er að hverfa úr starfi bæjarstjórnar fyrir náttúrulega samstarfið til og margur til þetta lengri tíma hér. Eitt í sem náttúrulega er að ganga hér út núna setja í bæjarstjórn sem 2010. Síðan náttúrulega Sigurður komin síðast og Rúnar Dýrun og Pálína sem er að fara úr þessu svona, ekki að segja daglega, allavega er þá hún í varamannshlutverki og Einar Már sem öll mun ekki vera hér í nýrri bæjarstjórn. Það hefur verið reglulega ánægjulegt að vinna með öllu þessu fólki að þennan tíma og taka þátt í störfum með því hér í bæjarstjórn. Hér hafa verið heilt yfir góður andi og sameinuð þó menn hafi skipst einhvern veginn á einhverjum skoðunum í þeim efnum, þá held ég að það hafi verið verulegur styrkur að því fyrir sveitarfélagi hversu vel hefur gengið í öllum stærri málum að ná það samstöðu og ég hef bara málefnaðar umræður. Þannig að ég veit bara nota tækifærið. Mér skilst víst að ég sé aldursforseti bæjarstjórnar hinnar sem er að koma. Þetta stutt á milli, létti mjög við að finna það út að það væri einn nýr bæjarfulltrúi, Kristinn Þór, sem við deilum sama afmælisári í fyrra árinu. Þannig að en mér finnst að hafa að fá að koma hér upp og þakka kærlega fyrir samstarfið í þessu kjörtímabili sem er að ljúka og óskum náttúrulega velfarnaðar í öllu því sem ég ætlaði að fara að gera og það var ekki fleira í málum. En þá er dagskrá fundarins tæmd en ég vil hér að lokum einnig þakka ykkur og íbúum fyrir samstarfið og samfélgina síðustu 12 ár sem ég hef verið hér í bæjarstjórn Fjarðabyggðar og fleiri störfum sem að tengist því. En þessi tími hefur verið bara mér mjög dýrmætur og ég hef fengið góða og mikilvæga reynslu og þekkingu sem ég veit að mun nýtast mér í lífinu og í mínum störfum. Maður er gengst mikið á góðu fólki og fólki sem maður hefur bundist vinaböndum til framtíðar. En ég vil óska ykkur öllum velfarnaðar í ykkar störfum og fyrir okkur góða samfélag og ég veit að Fjarðabyggð er og verður í góðum höndum. En eins og hér hefur komið fram þá mun aldursforseti boða til fyrsta fundar nýrrar bæjarstjórnar en ég vil þakka ykkur fyrir fundarsetuna og segi fundi slitið.